Já, þá ætlum við að byrja á dribblæfingum með geta sótt á körfu og við ætlum að byrja að þetta er þríhyrningur sem við erum með hér. Í raun þurfum við ekki keilu, við getum nota bara lyklana á teiknum og verðum svo með réttur utan hjá þryggjastjalínu. Þannig að við byrjum á að taka crossover til hægri, þannig að byrja með hægri, taka crossover til vinstri, fara í þessa keilu og fara undir körfuna í leia, hægri leia. Svo komum við hérna megin, þá byrjum við með vinstri, crossover til hægri, crossover til vinstri og vinstri leia. Síðan þegar það er búið þá tökum við milli fóta, svo tökum við aftur fyrir bak. Svo sýnum við hvað við gerum á eftir svona svipa og við höfum verið að æfa. Þannig við byrjum á þessu og þetta er mjög auðvelt að gera þegar veðrið fer að batna vonandi og við getum að fara út eða þið eru með körfu í bakgarðinu. Svo við byrjum á þessu. Það byrjum ekki það? Nei, saman. Já, til vinstri. Munið þegar við erum að taka crossover, að við erum að taka á ídunum fyrir neðan hér, sterkt fyrir neðan hér, ídunum vel og setja kraft í það. Ok, nú ætlum við að gera milli fóta. Við gerum aftur fyrir bak og við ætlum að taka stuttskot eða shortjumper, þannig að við förum rétt inn fyrir vítalínu inn í teiginn og tökum þar stutt hátt skot. Ok, nú ætlum við að taka inn út og það sem við stígum vel inn í boltann, við tökum inn, út, stígum það. Þannig að þegar þið komið með hægri, þá förum við til hægri, hérna stígum, yngra, stígum og komum yngra og það er spjaldið ofan í. Svo. Ok, þeirra. Stíga að keilunni með fætinum, öfugu fæti sem er dribblu með. Ok, nú ætlum við að gera svipað og í dribblæfingunni áðan. Við komum með hérna, stígum með keilunni, farið tilbaka, crossover eða milli fóta og að næstu og þegar við komum hérna þá farið inn, takkið hægri flóter. Komið hér þá takkið vinstri flóter. Hoppum á hægri og vinstri, setjum hátt upp. Boltan vel fyrir aftan. Fyrir aftur bara. Stór skref tilbaka, stór skref. Bara neðanlega. Ok.